heyri alveg samt að þið eru með gott prógram. Já. Ég er að heyri sérna. Þið eru með gott prógram, sagði Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra við dúettinn Heiður sem var að fara að spila á útskrift í Keili, en hún heimsótti Suðurnesin nýlega þar sem hún skoðaði menntastofnanir og ræddi við bæjarstjórnir Reykjanesbæjar og Grindavíkur atvinnumál, jarðhræringar og fleira. Þá heimsótti hún Stapaskóla, nýjasta og fullkomnasta grunnskóla landsins, en hann opnaði nýlega í innri Njarðvík. Katrín hefur verið ötull stuðningsmaður Keilis, háskóla samfélagsins á Ásbrú, allt frá því hún var menntamálaráðherra, og þar fékk hún í heimsókn sinni fréttir úr fjölbreyttu starfi, meðal annars góðu gengi í tölvuleikjafræðum og flugnámi, en fjórðungur atvinnuflugnema eru konur. Hún heimsótti líka samband sveitarfélaga á Suðurnesjum og fékk stöðumat á fjölmörgum verkefnum sem sett hafa verið í ganga á Suðurnesjum til stuðnings atvinnulífinu á erfiðum tímum í COVID. Hver er þín upplifun eftir þessa stuttu ferðina í dag? Já, það er auðvitað, þessi ferð var nú upphaflega skipulögð ekki vegna jarðhræringa heldur vegna atvinnumála og það er auðvitað stóra málið á öllu svæðinu, það er atvinnuástandið og við vorum að fara yfir það líka. Ég var að fara yfir þau mál með bæjarstjórninni í Reykjanesbæ og leið og við vitum að þetta ástand varir ekki eilífið, þetta COVID-ástand, og það eru bjartari tímar framundan þegar flugrestur og ferðaþjónusta tekur við sér, þá skiptir líka máli að við höldum þetta út þangað til. Þannig að við vorum aðeins að fara yfir þau mál, bæði fjárfestingar á svæðinu, vinnumarkaðsaðgerðir og menntatækifæri. Heimsóttum Keili sem eru þetta einstaklega gaman að heimsækja og ég er fylgst með þeim skóla alveg síðan ég var menntamálaráðherra og það var skemmtilegt að koma þangað. Margt mjög áhugavert í gangi í Keili. Já, þau eru óhrædd fyrir að hugsa út fyrir boxið og hugsa skólastarf upp á nýtt og ég hef mikla trú á þessu starfi sem er í gangi þar. Þú ert líka í svona tæknivæddasta skóla landsins, Stapaskóla, og ég sá að þú hreifst að því. Já, en svo náttúrulega er þetta bara svo frábær börn, Það er auðvitað gaman að sjá græðurnar og þetta flotta hús, en það sem maður skynjaði líka bara var að börnunum vel og þau voru óhrædd við að ræða ýmis möguleg mál. Þau voru með alls konar spurningar, meðal annars heilbrigðiskerfið, fótbolta og jarðhræringar. Og ég segi bara að framtíðin er björt með þessa flottu ungu kynslóð. Það var sannarlega orðið breytingar á ekkert mikið fleiri árum heldur en þegar þú varst menntamálaráðherra. Þetta var ekkert mikið í gangi þá, þessi tækni sem er komin í skólana. Nei, og svo sér maður það að þarna er líka mjög gott fagfólk á ferð sem heldur utan skólastarfi og er með skýra sýn það að byggja upp unga kynslóð sem getur svolítið tekist á við þennan síbreytilega heim. Það fannst mér maður upplifði það að þarna er fólk með góða og skýra framsýna skólastefnu. Ég verð náttúrulega að spyrja þig svona bara að Suðurnesjamenn er erfiðri stöðu í atvinnumálunum, hvernig það, og þeir hafa verið að kalla eftir skilningi, aðstoð frá ríkisvaldinu. Hvernig horfir á þetta mál? Ég skil það og ég vona að við höfum verið að sýna þann skilning bæði með þessum aðgerðum sem við höfum ráðist í, þeim fjárfestingarverkefnum sem við höfum beint hingað, en ég held líka að verkefnin er ekki lokið, þannig að það var gott að koma í dag og átta sig á því hvað er að ganga vel, hvað þarf að gera betur, fyrir hverju þarf að greiða og síðan eins og ég segi, ég held að framtíðin sé björt, en þetta tekur smá tíma. Já, þetta er þolinmæðis dagar núna fyrir Suðurnesjamenn, sérstaklega fólk sem tengist ferðaþjónustunni, það er ansi mikið það á svæðinu. Já, ferðaþjónusta, flugrestur, þetta er auðvitað risa atvinnugreinar og ég reyndar held þegar ferðaþjónusta fer aftur að stað í heiminum og hún er auðvitað bara allstaðar í heiminum hefur hún bara nánast hrunið, þá held ég að Ísland verði ofarlega á lista margra sem vilja fara og ferðast og ég held að bæði vegna þess að það er gaman að koma hingað og þetta er ótrúlegt land og ótrúlegt samfélag, en ég held líka að sá árangur sem við höfum náð hingað til, og ég segi þetta alltaf með þessum fyrirvara því maður veit ekki hvernig þetta endar, en hingað til höfum við náð góðum árangri í baráttunni við COVID og ég held að það muni skipta máli þegar fólk fyrir að velja sér áfangastaði, að það geti upplifað örugga áfangastaði.